Jón Bjarki Magnússon hætti sem blaðamaður DFF í gær þar sem hann telur að Reynir Traustason, ritstjóri, hafi stöðvað frétt sem hann skrifaði í blaðið vegna þrýstings valdamikilla manna sem vildu ganga af blaðinu dauðu. Greinin var Sigurjón Árnason, fyrrverandi bankastjóra Landsbankans. Reynir Traustason, ritstjóri DFF, sendi frá sér yfirlýsingu í dag þar sem hann segir að umrædd frétt hafi litlu bætt við þá umfjöllun sem áður hafði verið á eyjunni.is. Hann segir alrangt að stórir aðilar hafi stöðvað frétt DFF og áréttar að hótanir eða ábendingar komi ekki í veg fyrir birtingu frétta í DFF. Þá fullyrðir Reynir að Jón Bjarki hafi haft í hótunum við ritstjóra til að fá að birta óstaðfestar ásakanir eða fara fram með þær sjálfur að öðrum kosti. Reynir Traustason vildi ekki ræða þetta mál við Kastljós en Jón Bjarki hingað kominn og áður en hann ræðir við Sigmar þá skulum við heyra samtal á milli Reynis og Jóns Bjarka sem Jón Bjarki hljóðritaði á fundið þeir í gær þegar Reynir útskýrði hvers vegna greinin hefði ekki verið birt. Ég sagði að segja þetta eitthvað við. Þetta fréttin var í raun og veru hún sárasaklaus í sjálfum sér. Þú ert ekkert að upplýsa neitt sérstaklega og bara sem að hefur komið fram að hann þarna og eitthvað að gera og ég veit að það ekki á vegum konkrét á vegum Landsbankans. En við stóðum bara andspænis þessum hroðalegu örlögum að keyra á þessu, þess vegna pakka saman af því okkur ógnaði einhvers staðar af skilvi og þá þarf maður að vega á með þetta hvort vill maður taka slaginn fyrir þetta mál eða vill maður ekki þegar málinu komin í þann farveg það bara sagt okkur það verið bara slagt á og ekki af neinu sérstöku nú vissum enn alveg að það var ekkert í þessu það var ekkert annað sem gerði Sigurjón að einhverju hann var ekki uppvísa neinu sérstöku. En hann var svona að hluta til heldur þetta snúðust það að hann var að fara yfir eða eitthvað og málið var bara sett á sem ég veit ekkert ég stand bara anspæni til að ég grátbeðinn að gera þetta ekki. Af því að við náttúrulega félagið að skipta með eigendur og það var bara komið í hávan. Og ég ákvað að gera það vegna því við erum heiðalögnir og ég vil að við förum út með öll mál sem að skipta einhverju og af því ég ber virðingu við þinni vinnu og af því að þú ert bara einn af okkar bestu mönnum þá vildi ég segja að þetta væri svona en ekki einhvern veginn hins en þú voru að trúa mér í því að alvara var alveg gríðarleg en það snýst ekki að ég sé að mismun að krakka finni vinnu heldur bara auðvitað eða lendi í einhverju limb og lendi í höndunum á einhverjum djúðis auðmingjum það fer einhverju auðmingjar að eiga þetta blað þetta svo shaky alls saman en venjulega hefði maður bara sagt það ótal fréttir sem maður byrtir ekki af ýmsum ástæðum við erum ekki búin að skrifa fréttin lögreglumanna sem fyrir frá sér það ástæða þetta í þá var maður að hugsa hagsmuni blaðsins ekki það að þetta frétt sem á fulla rétt á sér og stundum bakka maður af einhverjum ástæðum eðlilegum og þarna var ekkert, þetta var nauðungar En ég bara þetta horfir þannig við mér bara eins og staðan í landinu í dag maður er svo hræddur ef það er konur einhverju því ég átta mikið á hversu stórt þetta en maður er einhvern veginn maður fer að hugsa, ég fór að hugsa náttúrulega og einhvern veginn ég veit það ekki, sem sagt ef eigendurnir eru farnir eitthvað að þú veist það er alveg skilmark milli mín og eiganda sem núna er Hreinn Loftsson og Hreinn Loftsson er hann er mjög fer í öllu svona við erum alveg með merkli skil en ímyndaði það og þú getur aldrei farið út með þetta sem ég er að segja þér þetta er bara ég og þú og ég vil bara að þú vitir að það var ekki verið að það var ekki verið að þessu, þú ert að skila flottri vinnu og mjög gott. Ég bara var að vikta það. Vildi ég taka þennan slag? Vildi ég taka þann slag að það hefði verið traðkaðir hér niður af því að það eru hlutabréf núti. Þau voru að skipta hendur. Hreinn var að kaupa þetta. Og vildi ég ógna allir okkar tilvist fyrir þetta mál sem eins og ég sem þetta var bara sára saklist í raun og veru. En kallinn var kominn á einhvern level, hann var bara að fara yfir. Og þá fær einhver aðrir yfir, skilurðu. Og það er það sem gerir, það myndaðist einhver hystería
Og endanum sagði ég að hérna, ok, við skulum bara byrja þetta og þetta var ekki þannig að við varum upplýsta sko þjóðarlega og við erum ekki eins og konur að kjarna málsins hvað að gerast þarna. Við munum komast að þeim kjarna, við munum, þú veist, fara út með máli á einhverju tímapunkti. En þetta land, ég menn, þetta þannig land að það var hótað að loka, það var hótað að stöðva prentuð bréfa sem að Björgur Guðmundsson á prentsmiðju. Og hérna, ég svo sem ekkert nájaður yfir því, ég bara belsti þetta og hann mun, þú veist, við munum taka niður og þá við allt miklu heilbrigðara af það. Og það ekki þannig að við séum að stýra þessu sko, við munum aldrei fallast á að fara að stýra þessu þá einhverja afla. Og þegar maður stendur aðstæðan síðan, það er sagt bara, heyrðu, þannig eru bara öll sem munu sko stúdókir. Hvað maður að segja það? Þú veist, trúum að þetta er hystería sko. Það er hystería sem grípur sig einhvers staðar í kerfinu og hystería verður af þessu að sára sakleysfrétt sem hefði alveg þetta verið í fólkburðinu bara Sigurjón Chillar einhverstaðar að hún verður að þessu risa máli af því að hann snappar. Sko hann er einhvern veginn að bara með taugaáfalls. Og það liggur undir grafins ekki það að við séum að bakka út úr einhverju megaskúppi og þjóðarleyndamáli. En það höfum við algjörlega frálsar hendur með allt sem okkur sýnist. En ég vildi nú bara útskýra þetta fyrir þér og þú verður bara að taka eitthvað við þetta skal ég bara segja hvernig það var. Þú verður alltaf það sem margir áhrifavaldar á líf okkar. Björgur Guðmundsson. Með annars vegar í bréfanum. Hins vegar sko prenturinn á blaðinu. Og meðan hann er með eitthvað lífsmarkið með honum, þá mun að reyna að drepa. Ef við erum svo sem pelkast á núti þá er þetta saman. Þannig er þetta er svona, þannig að, sko ég vildi alltaf hafa stærra mál ef þetta fara að láta reyna á lífið þetta eða mann myndi að falla með sæmd, ekki falla á einhverjum hérna svona súkulæðuði. Nei, alveg. Það er eitthvað sko. En það er óvinni í hvert fólk. Já. Þetta var komið að að menn sko stigu yfir einhverju línu og sögðu bara sorry, ef þið gerir þetta, þá er ég dead meat og þú líka og þið líka. En það er ekki gert hér ennþá að við höfum þurft að ganga einhverja erinda einhvers í fréttaflutningi eða með ekki fréttaflutningi. Nema í þessu tilviki þá snýst þetta sko hjartað sjálf. Þig sjálf, lifið þú eða þeim. Snýst ekki sko Davíð Oddsson bauð Landsbankann. Það snýst bara það verður þessi kettlingur íslenskar fjölmiðla verður að drepin. Jón Bjarki Magnússon, verður velkomin í Kastljós. Sæll. Og áður en að lengri haldi þá áréttum við að við buðum Reyni Traustasyni ritstjóra DFF að vera hérna en hann þáði það ekki og mér langar líka að leiðrétta að þessi upptaka er ekki frá því í gær, heldur frá því miðjan nóvember þegar þú talaði við hann. Byrjaðu að segja okkur hvers vegna það verður þetta mikla mál út af þessari grein af því að það er eiginlega ekkert hægt að vera annað en sammála Reyni það að þessi grein Sigurjón væri sjálfur sér ekkert stór skaðleg fyrir einn eða neitt. Einmitt. Ég átta mig ekki á hvað gerðist þarna. Náttúrulega þetta kom mér rosalega óvart. Það virðist vera að Sigurjón hafi talað við einhvern og í kjölfarið hafi aðilar komið að því að stöðva þetta. Mér fannst það mjög athugavert frá upphafi. Reyndi að sætta mig við það en gat það ekki á endanum. Ég varð að segja frá þessu. Já, hvernig var ferlið? Þú ert að vinna þessa frétt einhvern veginn í byrjun nóvember. Hvað er það sem er að gerast? Reyni Traustason fær mig til þess að skrifa frétt Sigurjón Þ. Árnason. Hann vill fá að vita hvað hann sé að gera í húsnæði Landsbankans. Ég fer þangað 15. nóvember og þar er Sigurjón, þá er hann ekki við. Daginn eftir biður Reynir mig að gera þetta aftur. Þannig ég fer niður á skrifstofu og hann er ekki við, en ég næ síðan að tala við hann í síma. Og það er það sem ég tala við hann í síman og fæ þessar upplýsingar hjá honum það að hann hafi komið að fóta ráðgjafafyrirtæki og annað slíkt. Og ég skrifa það og þetta er að kvöldi 7. nóvember og fréttin komin, menn sáttir, flott hjá þeir að hafa náð þessu, segja þeir.
Daginn eftir kallar Reynir mig inn á skrifstofu og segir mér í rauninni það sama og hann segir þarna, að fréttinni hafi verið stöðvuð og ég veit ekki af hvaða aðilum. Nei. Þú talar síðan við hann aftur viku seinna og það þetta samtal sem við heyrðum þarna. Já. Er það samhljóða því samtali sem þú áttu við hann fyrr? Það í rauninni bara það sama, endurtekning á því. Já. En af hverju, hvað verður þess valdandi að þú kemur fram með þetta núna? Ástæða þess er svo að ég er búinn að reyna að segja ekki frá þessu. Ég er búinn að vera að vinna hjá DFF áfram. Smám saman þá hefur einhvern veginn, mér hefur fundist, vegna þess að það sem kemur fram í þessu samtali, mér finnst það svo stórt og mikið og ég veit ekki hverjir nákvæmlega er þarna bakvið. En smám saman þá vissi ég það að ég þyrfti að koma út með þetta. Það væri rauninni eina hlutverk mitt sem blaðamanns að uppljóstra svona mál. Því ef ég segi ekki frá þessu, þá er allt annað sem ég er að vinna, mér finnst það ekki vera þess virði. Nei. Ég meina, hvernig túlkar þú þetta? Er þetta einhver staðfesting á því sem þú taldir þið vita fyrir að það væri einhver eigenda áhrif eða, ef við hlustum á allt samtalið, hver er það sem er að bregðast þarna? Ég segi náttúrulega, og ég hef lýst yfir að ég skil klemmu Reynis og þetta er náttúrulega hræðilegt ástand. En þarna eru einhverjir aðilar sem að geta stöðvað fréttir vegna þess að þeir hafa í krafti fjármagns og peninga geta þeir komið í veg fyrir fréttaflutning. Mér finnst þetta bara algjörlega óháð fréttinni sem í raun og veru ekkert merkileg. Að þeir geti gert það finnst mér stór frétt. Og ég veit ekki hvað er að gerast á öðrum fjölmiðlum og þetta er eina dæmið sem ég hef. En þú spyrð hvort að það er það sem ég segi, Veistu til þess, eru mörg dæmi þetta á DFF? Nei, eins og ég segi, þetta er eina dæmið sem að ég hef, ég þekki ekki önnur dæmi þetta. Hvað með aðra blaðamenn? Er talað það ykkar á milli að það sé í gangi þarna einhver einkennileg ritskoðun að það sé hjólað í ykkur en öðrum sleppt? Ég hef aldrei rætt við blaðamennum DFF. Ég hef alveg velt því fyrir mér. Sérstaklega kannski, eins og ég segi, þetta var svolítið svona róttök þarna. Og ég hef alveg velt því fyrir mér að það sé kannski, þetta er hart blað og annað, en það sé sumum líft. Hverju? Já, eins og Jóni Ásgeiri til dæmis. Það sé, það má slátra sumum en ekki öðrum. Er það eitthvað sem er rætt opið á ritstjórnarfundum eða eitthvað slíkt eða? Það hefur ekki verið rætt. Nei. Það hefur ekki verið rætt og ég held að fólk sé ekkert að tala um það. Kannski að fólk viti það hverjir eru eigendur og passi sér bara á því. Já. Þú metur það þannig að menn viti af því að það eigi ykkur í blaðið og þess vegna passi menn sig á því að skrifa ekki um það? Ég veit það ekki. Ég ætla ekki að fara að tala um annað fólk en ég get alveg sagt sjálfum mig að ég hef ekkert verið að mæta á fréttafundi talandi það að ég vildi fara að vaða í Jón Ásgeir. Nei. Ég er ekkert vissum að það hefði fengið góðan hljómgrunn. Ég veit það ekki. Nei. En Reynir Traustason, hann svaraði þessu, hann var reyndar áður en að hann hafði vitneskju um það að þetta samtal væri til á teipi. Þar segir hann að þú hafir haft í hótunum við sig til þess að birta óstaðfestar ásakanir eða fram með þær sjálfum að öðrum kosti. Þetta er náttúrulega ástæða þess að ég fór með knúin líka til þess að koma fram með þessa upptöku vegna þess að hann er farin að halda einhverju fram með mig sem á sér engar stoðir í raunveruleikanum. Ég kom hreint fram, ég ætlaði ekkert að grípa til þessara upptöku. Reynir er búinn að bregðast hann við í dag. En á hverju þurftur að vera með teip? Vegna þess að mig grunaði. Ég hugsaði með mér að ef ég fer fram með þetta þá verði ég að vera með einhverja haldbara vörn því að það er ekkert mál að kála 24 ára blaðamanni sem er nýbyrjaður á blaði. Það er bara, eins og hefur sést í dag. Ef ég hef ekki verið með þessu upptöku þá væri ég bara búinn og enginn hefði hlustað meir. Það var alveg. Það er líka sagt að þú hefur fengið það verkefni að skrifa nærmynd um Jón Ásgeir Jóhannesson. En þú hefur ekki gert það. Hvers vegna gerðir það ekki? Það er bara, það hefur aldrei verið nefnt um mig á ritstjórnarfundi eða inn á blaði að ég skrifa einhverja nærmynd um Jón Ásgeir Jóhannesson. Aldrei? Hefur aldrei fengið það verkefni? Lygi. Ég hef ég ræddi þetta eftir jólahlaðborð með öðrum ritstjórum. Þá vorum við að ræða nákvæmlega þetta mál og hann sagði mér að hann væri mjög reiður yfir því að þetta hefði átt sér stað.
Og hann sagði við mig, já, herðu, við skrifum nærmynd Jón Ásgeir, keyrum í hann. Það var aldrei nefnt meir. Og það var bara gert á einhverju jólahlaðborði? Já, það var bara, sko, niður í bæ eftir marga bjóra. Já, en það kemur líka fram í yfirlýsingu Reynis að þú hafir farið offari gegn lögreglu og vettvangi mótmæla og ekki virt mörg blaðamennsku og hann sé sig knúinn til þess að biðjast lögregluna afsökunar. Hefurðu gengið of langt í þessu fréttaflutningu og ekki hagaðir eins og blaðamenni sæmil? Nei, ég hef ekki gert það og ég var bara að sinna verkefni mínu þar. Ég var að fylgjast með mótmælunum sem átti sér stað fyrir ráðherrabústaðinn. Þar var einn handtekinn sem steig yfir einhverja línu. Það var útskýringar sem við fengum eftir á. En áður en að ég hefði fengið þær útskýringar þá var ég að spyrja lögregluna það hvers vegna hann hefði verið handtekinn. Svo ég taldi það þyrfti nú að koma fram allavega, að það vera handtekka fólk. Það svaraði mér enginn, það var lögregla sem tók í mig og ýtti mér í burtu. Ég skrifaði það. Ég skrifaði líka það að ljósmyndari hefði verið hreint af lögreglu og ég skrifaði það að mótmælandi hefði lent í riskingum. Örstutt í lokin, blaðamenn á DFF gefa frá sér yfirlýsingu í dag þar sem að þeir segjast aldrei hafa orðið varir við eitt eða neitt þessu líkt. Hvað segir þú við slíkri yfirlýsingu á þessari stundu? Fyrsta lagi engin nöfn undir þessari yfirlýsingu sem mjög athugavert, því að ef blaðamenn DFF eru virkilega sammála þessari yfirlýsingu þá hefði ég allavega viljað sjá bara nöfnin eða skilur að hverjir það eru sem standa baka hana. En jú, þeir segja blaðamenn DFF. En að öðru leyti þá ætla ég ekkert að tala þá, sko. Það er bara þeirra að segja hvort að þeir hafi lent í þessu. Ég varð að koma fram með þetta. Já, takk fyrir komuna. Takk fyrir. Ritstjóri DFF segist ekki geta greint frá því hver hafi hótað blaðinu vegna fréttar fyrrverandi bankastjóra Landsbankans. Hótað hafi verið að knésetja blaðið. Reynir Traustason, ritstjóri DFF, segir framburð fyrrverandi blaðamanns í Kastljósi í kvöld ritskoðun í þágu valdamanna ekki renna stoðum undir ásakanir ófrjálsa fjölmiðla og vernd þeirra á eigendum miðlana. Kastljós ræddi í kvöld við Jón Bjarka Magnússon, fyrrverandi blaðamann DFF. Þar fullyrti hann að ritstjóri blaðsins hefði látið undan þrýstingi valdamikilla manna og stöðvað frétt Sigurjón Árnason, fyrrverandi bankastjóra Landsbankans. Kastljós birti hljóðritun á samtali Reynis Traustasonar, ritstjóra DFF og Jóns Bjarka. Ég stend bara alltaf því að ég er grábeðinn að gera þetta ekki. Af því að við náttúrulega félagið að skipta með eigendur og það var bara komið í háa. Hreinn Loftsson, sem á tæplega 90% hlut í birtingi, útgáfu félagi DFF, sagðist í samtali við fréttastofu ekki eiga hlut að máli eða hafa sýnt ritstjórnar tilburði. Reynir segir umdeilanlegt hvort rétt hafi verið að hætta við birtingu og segist aðeins hafa ætlað að fresta henni. Ég fékk ótvíræða meldingar og ef að menn er að velta fyrir sig hvort það hefði verið eigandi blaðsins sem er að stýra fréttaflutningu, þá er það ekki svo. Óvinir okkar eru ekki endilega eigandir. Formaður blaðamannafélagsins, Arnar Skram, segir það alvarlegt mál, standi ritstjóri ekki betur í lappirnar og að honum beri að útskýra hvaðan þrýstingurinn kom. Ég geta ekki, í raun og veru, ég get ekki undirbyggt það opinberlega til að standa við. Ef við gætum undirbyggt það, þá væri það í blaðinu. Ég hef vissulega ekki að útiloka það að ég fari að hluta til inn í það mál með þeim gögnum sem ég hef, en það verður bara að bíða betri tíma, en hótanirnar eru mjög alvarlegar að mínu mati.